Þetta svona, ekki segja bara svona chillu samkoma. Þetta svona, fólk að koma úr jólafríum og fólk ennþá í svefnum okkar út allan heim. Það vantar alveg fullt af fólki, af okkar fólki, en við erum samt komin til að lofa Guð, má ég heyra með? Við ætlum að lofa hann í dag og vexa með hann. Endilega syngið með, við erum með miklu meiri tónlist. Þið bara sjáu það ekki. Hún í iPadnum hjá mér. En við ætlum að lofa Guð í dag. Hann trúfastur, hann verðugur að vera lofaður alla daga, alltaf. Amen. Við ætlum að byrja á því að syngja Hósanna. I see a King of glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes, the whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, selfless faith. I see a near revival stirring as we pray and see. We're on our knees, we're on our knees. Syngjum saman. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Halleluja, Jesus, við lofum þig, drottinn Jesus. Við tignum nafn þig, drottinn. Og við þökkum þig fyrir að þú hefur fæðst þennan heim og gefið okkur von. Halleluja. Takk, Jesus, fyrir trúfastina. Helgist þitt nafn, drottinn Jesus. Hear my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Takk, Jesus.
Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Takk Jesus, halleluja. Við lofum þér, Drottinn, halleluja. Amen, við erum samankomin í dag til þess að lofa hann og lyfta honum upp. Og ritningarstaður dagsins því að það Guð sem verkar í ykkur bæði að vilja og að framkoma sér til velþóknunar. Halleluja, það Drottinn sem verkar í okkur. Það þetta ekki undir okkur komið, heldur þurfum við bara að sleppa og gefa Guði. Þá verkar hann í okkur að vilja og framkoma sér til velþóknunar. Filippibréf 2:13. Við ætlum að taka næst King of Glory. Við tökum við svolítið á ensku í dag af því að ég með raddir í sumum lögum hérna inn á þessu. Það þurfi ekki bara að heyra í mér. En við ætlum að lofa Guð samt elskar að heyra í mér, bara þannig að þið vitið það. Yes, the world bow down to say you are God. Every man bow down to say you are King. So let's start right now. Why would we wait? King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. Just wanna be with you. Yes, the world bow down to say you are God. Every man bow down to say you are King. Tack Jesus. So let's start right now. Why would and we'll dance in your presence till you come again. And we'll sing hallelujah until you come again. And I'll dance in your presence until you come again. We will sing hallelujah until you come again. Hallelujah. And we'll dance in your presence till you come again. Oh, we will sing hallelujah until you come again.
just want to be with you. Just want to be with you. King of glory, fill this place. I just want to be with you. I just want to be with you. Helgist þitt af drottinn Jesús. Við lofum þig og við tignum þig. Við vexum með þig, Jesú. Við þökkum þig fyrir að þú ert hinn sami í gær og í dag og alla eilífð. Ég þakka þig fyrir að þú ert trúr og sannur. Heilagur ertu, Jesús. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. Tack, Jesus. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, and I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Hallelujah. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Hey, Lord Jesus. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Hallelujah. And all my life you have been so
of the goodness of God. Halleluja, takk Jesus. Takk fyrir að þú leipur á eftir okkur, halleluja, með náð og miskunn, halleluja. Þvílíkur Guð sem við eigum, halleluja, má ég heyra amen. Takk Jesus. Takk Jesus, helgist þitt nafn. Savior alone carried the cross for all of my days. He paid the cost, salvation complete. Now forever I'm free. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and shame don't count it anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. Power on earth, even the grave, could separate us from mercy and grace. He is faithful to save, oh, his blood never fades. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. Takk Jesus, ég lofa þig, halleluja. No one but Jesus can make us pure as snow. Stand in your freedom. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. Praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. Takk Jesus, halleluja. Jæja. Halli, kveikt á mér eða það er... Já, kveikt á mér, já. Það er gott að það sé kveikt á manni. It's good that it's turned on. Kveikt á einhverjum fleirum hérna? More people, Allir í svona matarmóki bara? people like
very insane. Nú erum við að gera það sem að fyrsta Kórinthubréf 16. kapli We're doing what segir. in 1 Corinthians Hvað varðar samskotin? 1:16, according to the giving. Og þá segir hann að hann er búinn að fyrirskipa söfnuðum að hvernig er að fara að þessu. Að hvern fyrsta dag að þá eigum við að gera það eins og efni leyfa. Every first day of the week, we should put aside as much as you can afford. En af því að það er 28. í dag, Because it's the 28th, þá ætlum við líka að lesa orðskviðuna 28. we're going to read Proverbs 28. Þetta byrjar á mjög flottu versi, And it starts with a great verse. mjög svona sterkur tónn fyrir allan kaflan. Strong tone for the whole chapter. Hinn óguðlegu flýja, The þótt enginn elti þá, and nobody chases them. en hinn réttlátur örygginn eins og ungt ljón. But the righteous are saved like a young lion. Ég held að alkohólistar þekki þetta vers. I think alcoholics know this verse. Alltaf að fela og Always trying to hide something, alltaf einhverju leynimakki og hiding something. And being stundum verður veskið okkur svona líka. Sometimes our wallet becomes secretive too. Það verður svona óöryggi þegar verður að tala um peninga. We can become uncomfortable when there's En speaking about money. þarna er verið að tala bara um svona innra ástand, Here's ekki ytri aðstæður. inner, Sá sem lifir án traust, hann flýr, jafnvel þegar engin ógn er. doesn't have trust. He flees even though there's Hjartað er órótt, samviskan er ekki kyrr, en hinn réttláti, sá sem treysti drottni, hann stendur öruggur. Ekki vegna þess að hann sé sterkur í sjálfum sér, heldur vegna þess að hann veit hvar öryggið hans liggur. where his trust lies. Og 7. versi segir betri fátækur maður sem framgengur í ráðvendni sinni, heldur en sá sem beitir undirferli en er þó ríkur. Amen. Og svo segir í 20. versi, áræðanlegur maður blessast ríkulega, en sá sem fljótt vill verða ríkur, sleppur ekki við refsingu. Af því að viskan hún byggir hægt. The wisdom it builds slowly, Og hún kýst trúfesti fram yfir skyndihagnað, and it's about consistency. en svo kemur vers 25, Verse 25 says, ágjart maður vekur deilur, en sá sem treysti drottni mettast ríkulega. Og þetta er kjarninn, græðgi, greed, greed. græðgi og ágird skapa ókyrrð, traust til Guðs skapar nægju. Og sá sem treysti drottni lifir ekki í stöðugum skorti, jafnvel þótt hann eigi ekki alltaf mikið, en hjartað er mett. When you trust in God, Og þetta leiðir beint að versi 27, sá sem gefur fátækum líður engan skort, en þeim sem byrgir augu sín koma margar óbænir. Þetta er ekki lofur að við verðum auðug endilega, þetta er lofur að hjarta okkar sem er opið og lifir í trausti. amen. Og sá sem lokar hjartanu gegn því að gefa, hann lifir í ótta. Og sá sem opnar það, hann treystir Guði með framtíðina. With the future. Þannig að samskotin, þau snúast ekki bara um fjármuni, þau snúast um það hvort við lifum eins og þau sem flýja án þess að vera eld okkur, eða eins og hinir réttlátu sem eru örugg eins og ung ljón. Firm like a young lion. Þannig að þegar við gefum, þá erum við að segja, ég er ekki að treysta eigin hyggjuviti, ég treysta ekki skyndilausnum, ég treysti drottni. The solutions. Við veljum leið ráðvendni, ekki fljótvarni, við veljum traust, ekki ótta. Við veljum að vera áræðanlega og leyfa Guði að sjá um vöxtinn. Being steadfast. Þannig að þegar við gefum núna, þá gerum við það í algjörri ró sem kemur út af traustinu sem við eigum til Guðs. Með hjarta sem veit að öryggi okkar er ekki í því sem við höldum fast í, It's not heldur í honum sem heldur okkur. in the one that holds. Þakkaði fyrir drottin að henni réttlátur og öryggi sem ungljón. Drottin ég bið að blessa einn og sérhver. Það sem þú opnar hjörtun og við þurfum ekki að vera á flótta með fjármagnið okkar, heldur við viljum gefa þeir sem eru fátækir, þeir sem minna mega sín. Drottin blessaðu einn og sérhvern inn í næstu viku og þessi endalok, þessa ástdrottin. Og drottin, ég bið bara að þú gefir velgengni það sem þar á við.
Drottinn gefðu stöðuhækkanir, gefðu bara að hver fjölskylda hér inni mætti upplifa þína blessun, þitt öryggi, að dvelja eins og ung ljón í þínu öryggi, í Jesú nafni. Amen. Skulle lofa Guð aðeins meira. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender, this is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender, this is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Shake up the ground of all my tradition, break down the wall of all my religion. Your way is better, your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the wall of all my religion. Your way is better, your way is better. Shake up the ground for my tradition, break down the wall for my religion. Your way is better, your way is better. Shake up the ground for my tradition, break down the wall for my religion. Your way is better,
better. Now I'll make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Now I'll make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. Takk Jesus, halleluja. Heilagur ertu drottinn. Tökum eitt lag í viðbót, halleluja. Within your mighty hand, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still. Know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I
Jesus, halleluja. Halleluja. Og allir liðurinn sagði, Dísi Guði. Ég búin að vera að hugsa. I'm just going to speak English, I think. I think everybody knows English in here. I've been looking over the past year and I've been inquiring God what he wants to speak to us in the beginning of next year. And when I look back, I have to say, this has been an amazing year. Don't you agree? It's been an amazing year for this church. God has been so faithful. He's been steadfast. He keeps his word. And wow, when I look back, I just think about all the amazing things that he has done for us. The most important thing is we have allowed him to draw, we've been drawing closer to God. We've been reading more in the Bible. And you can actually feel it in the spirit of this church. And I just want to encourage us when we step into a new season, let's allow God to be God. Let's put everything of ours into his hands because he is capable. He can do things that we cannot. And when we go into next year, and this is a difficult task for me because I kind of want to control the situation. It's not about that. When we go into the new season, we need to allow him to be God. We need to let go of our control over all things, and we need to allow God to control our lives. There needs to be a level of new commitment. This is what I feel in my spirit. So I just want to ask you to stand on your feet for a little while. I just want to come against every fear of, there's a lot of fear in Iceland or depression in this season. And I'm just going to tell you it's not from God. He wants to speak peace into our lives. He wants to bring his, wondrous peace into our lives. And I just want to speak peace into our minds. And we're stepping into something amazing. I just really, really do just feel it. That's not going to say that it's not going to be, we're not going to see some, troubled times. It has more to do with the root system. We all know that the roots actually go deeper when it's dark and when it's windy. So when it's windy outside, you need to allow God to put your roots firm in him. This is something that we need to decide before we walk into the situation, before we walk into the circumstance. And I believe, guys, we're going to see some growth in next year, spiritual growth. We're going to see people prosper. And I'm not talking money or anything like that. No, just being steadfast in Christ, that's prospering. We're not going to allow the situation out there to influence what God is doing within us. We're going to be calm in the eye of the storm. We're actually going to look forward to the storm because like the song said, we're going to soar over the storm. When we have God, we have somebody that actually raised from the grave and he lives inside of us. That means that when you go through difficult situation, you can actually arise again and again and again. He has not given you a spirit of fear. So receive it in Jesus' name because that's the tactic of the enemy. He wants to sow into your lives, into your heart, fear.
It's not from God. It's from the devil, and we're not going to allow him to do this because we're going to have a root system. We're going to be sustained in Christ. That's what's going to happen. So I don't care what they say out there. I care what he says up there. That needs to be our focus point. So I'm just going to pray a little bit over you right now. Hallelujah. God, I just ask you, and I just praise you for this year that is almost completed. And I just thank you for the favor. I thank you for the help. I thank you for your glorious wisdom that you have put inside of all of us this year. And God, we don't want to be people that read the word. We want to be people that read the word and actually do the word. Amen. Hallelujah. And ask you, God, give us hunger for more of you, less of us and more of you. And God, I just come against the spirit of fear. I just come against everything that wants to destroy in Jesus' name. And I speak the goodness of God over every single one of us. Goodness and mercy shall follow us every day of our lives. Hallelujah. And I will dwell in my Father's house forever. Hallelujah. And everybody said, Amen. Hallelujah. Have a seat. Gunnar, my boy, if you want to say a few words. Just a few words before Hilma. Ja, ok. Já, Já, ok. Herri, smá upprifjun, það sem voru komin síðast. Síðasta sunnudag var Páll aftur, hann var að spyrja Galatamenn, hvað er lögmálið? Til hvers var það? Og hann svaraði því, það var gert til þess að afbrotin yrðu sýnileg. En við öðrumst ekki fyrirheiti, við áhöfnum ekki fyrirheiti Guðs inn í líf okkar með lögmáli. Það virkar ekki þannig. Af því að lögmáli var bara bætt við til þess að afbrotin yrðu sýnilegri gagnvart Guði og gagnvart lífinu. Förum í Galatabréf 3:21-22. Er þá lögmáli gegn fyrirheitnum Guðs? Fjarri fyrir því. Ef við höfum fengið lögmál sem gæti veitt líf, þá fengið réttlætið vissulega með lögmáli. Vers 22. En réttingi segir að allt sem nefndu vald syndarinnar til þess að trúum veitist fyrirheiti með því að treysta því sem Guð lét Jesú Krist gera. For if the law had been given which could have given life, indeed righteousness would have been out of the law. Yeah. But Scripture shuts up all under sin, so that the promise by faith of Jesus Christ might be given to those who believe. Yes. Amen. Mikilvæg spurning í versi 21, ef við tökum það bara eitt og sér. Very question in verse 21. Let's focus on that. Er lögmáli gegn fyrirheitnum Guðs? Mikilvæg spurning. Is the law then against the promise of God? It's a very important question. Af því, ef við fengið lögmál sem hefði slíkan kraft að leysa líf þitt, þá hefði bara réttlæting fengist fyrir lögmálið og Jesú hefði ekki þurft að koma innan heim. For if the law had been given that would have such a power that it could give you righteousness, then Jesus wouldn't have to have come to this earth. Og með því að lögmálið, við sjáum þetta betur í Rómverjabréfinu, þar fer Páll aðeins betur í þessa hluti, en þar segir hann að lögmálið þarna algjörlega máttlaust. Paul, he goes deeper into this in Romans, where he says literally that the law is absolutely powerless in this situation.
Af því ef að sko vandinn ekki að lögmáli eitthvað vont eða eitthvað þannig, það bara við sem eru vandamálið. Þú veist, hjartað mitt bara þannig, ég stelst í beikonið sko. Og mér finnst bara humar geggjaður og það stendur að það sé bannað að borða þessa hluti. Ég í fötum sem eru meira en einu efni, þannig að þið sjáu, það er nákvæmlega ekkert tækifæri, það er ekkert þrek í okkur að gera alltaf rétt, en það getur ekki. Förum í vers 22. Þar segir Páll, ritningin segir að allt sé nefnt undir vald syndarinnar. Í raun og veru þá er Páll ekki að vísa í einhvern einn ritningastað þarna. Hann er að vísa í nokkra ritningastæði. Þannig að tökum bara eitt lítið dæmi. Fyrsta Mósebók, þriðji kafli. Eins og þar kemur fram að höggormurinn tældi Evu og Adam í aldigarðinu Eden. Og með því að þau féllu, þá féllu bara allir. Þannig að mér finnst best að útskýra á þennan hátt. Rómarbréfið 3:23, allir hafa syndgað og skortir meiri guðsdýrð. En góðu fréttin af þessu er að með því að fyrirheiti kom með Jesú Krist, þá getum við, eða með því að trúa á Jesú Krist, þá getum við fengið réttlætingun með trú og öðlast fyrirgefningu syndarinnar eingöngu fyrir trú. Allt það sem Abraham fékk fyrirbúið. Akkurat. Amen. Þetta stórkostleg vers. Þakka þér Jesús fyrir náð þína miskunn. Ég þakka þér Jesús fyrir þennan dag, Drottinn minn, sem við fáum að koma saman og lyfta þér upp, Jesús. Ég þakka þér fyrir það sem að tveir eða þrír eru samankomnir í þínu nafni, þar ert þú mitt á meðal, Jesús. Ég þakka þér, Jesús, fyrir það, Drottinn minn, að þú gafst líf þitt til lausnargjalds fyrir okkur á krossinum. Þú barst krossin sem að við áttum skilið að bera, en þú tókst á þig, Jesús. Hún negldi skuldabrið sem þjakaði með ákvörðun sínu og tókst það burt með því að negla á krossin. Við vorum dauðsökum afbrot okkar, Jesús, en þú lífgaðir okkur í Kristi Jesú, Jesús. Ég þakka þér fyrir að náð eru við hólpin, Jesús. Ég bið Drottinn minn að við fáum opinberun og skilning að fagnaðindi, opinberun og skilning þegar Hilmar tala orð þitt á eftir, Jesús. Ég bið fyrir því smyrðu varir hans og tungu, Drottinn minn, Jesús. Og ég bið bara á allir okkar göngu að gefa þitt dýrðina. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Halleluja. Ég sé bara gleðilega hátíð og allt það. Og það er greinilega að þegar maður stígur svona í púlt og tveir fyrir ræðumenn eru nánast búin að stela predikuninni, þá er kannski Guð að reyna að segja okkur eitthvað. En við skulum bara byrja á að fela stundina, eins og hann sagði, bara í Drottins hendur, og ég segi bara, Drottinn, gefðu mér að mæla það sem að þú vilt segja. Við með smyrja varir mínar, opnaðu eyru okkar, heilagur andi, við biðjum þig að skara í hjörtum okkar. Í Jesú nafni. Amen. Yfirskriftin er varðveittu hið góða. Og þetta er eiginlega svona smá yfirlit, en ég vil byrja á einu versi, ekki sem einhverju slagorði, heldur sem lykli að árslokunum. Can you hear the interpretation, the English speaking? Everything okay? Okay, so we're good. Varðveitið góða sem þér er trúað fyrir með hjálp heilags anda sem í oss býr.
Þetta er síðara Tímóteusbréfið, 1-14. Og við munum vera á þessu svæði, síðara Tímóteusbréfið 2:14-26. Ég ætla ekki að fara í öll versin, þó mér langi ógeðslega að gera það. En þetta er bara svona yfirgripið. Þannig að þegar þú ferð heim, þá getur þú skoðað þennan ramma. En takk eftir því hvað Páll segir ekki. Hann segir ekki, búið til eitthvað nýtt. Hann segir ekki, fyndu nýja aðferð. Hann segir ekki, uppfærðu boðskapinn. Hann segir, varðveittu hið góða. Og það er mikill munur á því að skapa og varðveita. Sköpun krefst svona frumleika, varðveisla krefst trúmennsku. Og hvernig gerist þetta? Ekki með þeirri pressu og ekki meiri pressu að sjálfsaga, heldur með hjálp heilags anda sem í okkur býr. Ef heilagur andi er ekki sá sem heldur utan sannleikann, þá erum við bara að verja ykkur skoðanir. Skoðanir, það er bara frels engan. En við skulum fara aðeins í þessa upprifun eins og pastor Sibba var byrjuð að þylja upp áður en við förum lengra, stöldurum aðeins við. Þegar ég lít tilbaka yfir árið 2025 og ég get ekki sett það, þá bara verið að brosa. Amen. Bara svona, vá. Og ég get ekki talað öll skiptið þar sem Guð var að vinna, en ég sé svona eina línu. Í byrjun árs fannst okkur Drottinn leggja eitt vers sérstaklega á hjarta okkar. Og það var þetta. Legg kapp á að standast fyrir Guði sem verkamaður ekki þarf að skamma sín og fer rétt með orð sannleikans. Síðar Tímóteusbréf 2:15. Og það sem gerðist var eiginlega ótrúlega einfalt. Fólk voru að lesa Biblíuna meira saman. Hugsaðu ykkur að vera í kirkju og lesa Biblíuna. Þetta er eins og að fara í líkamsrækt og lyfta lóðum. Furðulegt að þetta skuli einhvern veginn, já. Þetta er mjög einkennilegt. Heyrðu, og það var meira samtal og það var meira svona, við erum saman í þessu. Síðan tölum við bæði í prédikun og kennslu Jóhannes 15 að ávöxturinn hann kemur ekki af áreynslu heldur af því að vera og dvelja í vinviðinu. Ekkert meira átak heldur nánara samband. Ef þið sjáu einhvern tíðan banana sem að rembast við að vera banani, þá megið senda mig TikTok-vídeó. Við náum þessu sem þetta. Þetta er bara svo skrítið í þessum hraða heimi. Það er alltaf verið að reyna að selja, í kirkjunni líka, alltaf nýtt þetta og alltaf eins og þú sett að missa af ykkur. Síðan kom áhersla á altarið, fundastað Guðs og manns og að gefa okkur sjálfa sem lifandi form. Ekki einhverja sýningu, ekki einhvern leikþátt, heldur líf. Og Jack Sakina, pastor Jack, hann predikaði þetta öflulega fyrir okkur. Nú síðan þetta líf, og það er líf sem hefur sælu von. Og við fengum heimsókn sem frá pastor Gary Belfast og konuna hans og hann var svolítið að minna okkur þetta sælu von. Þetta er líf sem hefur sælu von og hefur fyrir augum endurkomið og ríki Krists Jesú sem dæmamun lifendur og dauða. Við fórum líka að tala skýrar lærisveinagerð. Að við vitnum, við fylgjum fólki, við leiðum það inn í samfélagið, en Guð er sá sem breytir og hreinsar. Við erum eins og fiskimenn sem veiða, sem menn veiða. Við erum ekki slátrarar og við erum ekki skemmtikraftar. Amen. Þetta er rétt. Það er bara þannig. Eitt sem við tókum líka eftir á þessu ári var að fólk var virkari í að tala trúna, jafnvel opinberlega. Samtölin urðu fleiri, stundum urðu heit og sumir móðguðust. Og þá minnir Páll okkur á þetta, að við erum ekki kölluð til að eiga í orðastælum, og þetta er akkurat í kafla hnippinu, eða versa hnippinu í síðara Tímóteusbréfi, sem verða áheyrendum að falli, heldur að tala sannleika þannig að fólk geti heyrt hann. Og
og ég var svolítið erfitt með þetta. Ég bara viðurkenni það. Stundum langar mig bara að segja sem það þarf að segja. En það er ekki alltaf besta leiðin. Af því við erum ekki kölluð til þess að vinna rökræður eða þess að það. Við erum bara að tala um sannleikann. Okkur er fengið í hendur eitthvað. Við erum að varðveita það góða. Og það er heilagur andi sem í okkur er. Og það er svo oft sem að hann bara kippir í mig allavega. Eða að nota konuna mína. Ég get sagt ykkur, ég var í rökræðum aðeins á Facebook og ég var alveg með þetta. Og ég var að útskýra þetta fyrir konunum minni, hvað ég var alveg með þetta. Gæna á ekki breyk. Og hún horfir á mig og segir, ertu búin að biðja fyrir honum? Áts. Það er gott að eiga góða konu. Þannig að við skulum, byttu fyrir þeim sem þú ætlar að reyna að tala við. Þegar þá er heilagur andi með. Og þegar ég hugsa um þetta, þá kemur eitt vers oft upp í huga minn, það er í síðara Tímóteusarbréfi líka. Og síðara Tímóteusarbréfi, þarna er Páll, þetta er síðasta bréfi sem hann skrifa til Páls, til Tímóteusar. Hann var ungur pastor, skrifaði í kringum 65 pluss mínus eftir Krist og hann er hann að glíma við falskennara, falska kenningar, ekkert sem að kemur fyrir í dag, veitum við, skilju. Þetta var bara fá. Nei, aldeilis ekki. Og það er svo margt gott sem að andi Guðs getur kennt okkur í þessum versum. Og það er þetta í síðara Tímóteusarbréfi 1:15, þá minnist Páll trúarinn sem var fyrst í Lóis ömmu Tímóteusar og síðan í Júnike móður hans. Trúin byrjaði nefnilega ekki hjá Tímóteusi. Hún var þarna áður. Og þetta er svolítið, ef við lesum þessi vers, þá þýðir Lúis, þetta er eiginlega svona spjótsoddur, svona eitthvað sem er svona þráðbeint og markvisst. Og Júnike þýðir fullnaðar sigur. Kannski ef við förum beint, þá vinnum við fullnaðar sigur. Og kannski er Guð að gera eitthvað svipað hjá okkur, ekki til þess að flýta okkur áfram, heldur til þess að jarðtengja okkur. Guð er að festa okkur, hann er að grundvalla. Þetta er ekki nein ný orð, ekki einhverjar nýjar bylgjur. Þetta er náð og rót og trú sem berst milli kynslóða. Og það er inn í þetta samhengi sem Páll talar svo beint og skýrt í síðara Tímóteusarbréfinu og sérstaklega öðrum kaflanum. Og sumt að því mikilvægast það sem Guð gerir, gerist ekkert með hávaða. Það opnast bara. Árið 2025 þá eignuðust við systurkirkju og þjónustu á Filipsey. Ekki vegna einhverju stefnumótunar, ekki vegna þess að við settum einhverju markmið, heldur vegna þess að það opnuðust dyr. Fyrst voru þetta 50 manns, ný kirkja. Í dag eru 4 staðir sem þjóna 120 manns, börn sem fá mat, börn sem fá menntun og eldra fólk sem er ekki lengur gleymt. Og þetta gerist ekki að þegar við fundum eitthvað nýtt, þetta gerist að þegar við héldum okkur við hið góða. Og heilagur andi, hann vann með þetta. Á Íslandi eru sterk hefð fyrir áramótaheitum. Nýtt ár, nýr ég. Nýtt átak, nýja reglur, ný gildi. En Páll segir ekki við Tímóteus, findu eitthvað nýtt fyrir næsta ár. Hann segir, haltu fast, varðveittu. Og síðar í bréfinu segir hann akkurat þessu orð, haltu fast við fyrirmynd hinna heilnæmu orða. Heilnæma kenningin. Haltu fast við það sem þú hefur numið, það sem þú lært. Kristin trú, hún er ekki árlegt eitthvað endur uppfinningaverkefni, hún er trúmennska. Og þetta er það sem er að fara rétt með orð sannleikans. Og þegar Páll segir verkamaður, Guð segir að fara rétt með orð sannleikans, í íslensku merkir þetta ekki að vera flókin,
heldur að vera beinn. Já. Þetta orð verkamaður sem á að fara rétt með og þetta er svona landbúnaðarmynd, þetta er plógur. Já. Þetta er ekki ráðstefnumynd, plógur. Já. Og ég hef sem séð fólk í trúarlífinu sem er alltaf á ferð. Akkurat. Kirkja í dag, ráðstefna á morgun, nýr boðskapur í næstu viku, en það er engin bein plóglína. Það er bara verið að plæja út allt svona. Hafið þið séð, þú veist, hérna, að vera að sýna stundum myndir alltaf, þetta er típist hvert einasta sumar. Einhver sem keyrði utan vegar á hálendinu og þú sér bara út allt. Þetta er svona eins og þegar maður sleppir blöðru, bara ekkert markmið, það er engin stefna, það er bara fá eitthvað hérna og eitthvað þarna og eitthvað hérna og eitthvað þarna. Og hvað ætlar að varðveita? Preach. Ég ætla að varðveita. Akkurat. Já. Og þegar hortið tilbaka, engin akur, bara hjólför. Akkurat. Nákvæmlega. Heilagur andi, hann leiðir ekki í sífelldar beygjur. Hann leiðir á beinum vegi. Amen. Og það er áhugavert að Páll, hann tengir þetta sjálfu saman, að í síðara Tímóteusarbréfi 2:15 segir hann að við eigum að fara rétt með orðsannleikans, svo í 3:16-17 þá útskýrir hann hvað orðið gerir þegar það er farið rétt með það. Akkurat. Vil ég heyra meira um það? Já, endilega. Síðara Tímóteus 3:16. Sérhver ritning er innblásin af Guði og nytsundi fræðslu. Það er hvað er rétt. Amen. Til umvöndunar, það er hvað er ekki rétt. Til leiðréttingar, það er hvernig á að komast á réttan stað. Akkurat. Til menntunar í réttlæti, hvernig á að halda sér það. Amen. Þetta er svo einfalt en svo djúpt. Til þess að sá sem tilheyrir Guði sé albúinn og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Ritningin hún er að kenna okkur hvað er rétt, Amen. hvað er ekki rétt, hvernig á að komast á réttan stað og hvernig á að halda sér það. Amen. Við getum bara stoppað hérna. Já. Þetta er bara, já, hvað er rétt, hvað er ekki rétt. Akkurat. Nei, þetta er alltaf mikið common sense. Það þarf að vera eitthvað svona, ég finn gæsahúð. Nei, bara hvað er rétt og hvað er ekki rétt. Preach. Hvernig læri ég að halda mér svo braut. Akkurat. Ef við sleppum einhverju af þessum þáttum, þá erum við ekki lengur að fara rétt með orð Guðs. Amen. Þá erum við annarkvort að kenna án leiðréttingar, eða leiðrétta án náðar, eða hvetja án sannleika. Akkurat. Síðara Tímóteusarbréfið 2:15, það svarar spurningunni hvernig eigum við að fara með orðið og 3:16-17 svarar spurningunni hvað gerir orðið þegar það er farið rétt með það. Amen. Þetta er gott, Gunni. Bara svona, Það er bara nákvæmlega svona. áður en ég fer lengra, þá vil ég nefna eitt dæmi úr ritningunni sem hefur svona sitið aðeins í mér. Þetta er í Postulusson 8, þá lesum við eþíópískan hirðmann. Eþíópískur hirðmaður. Hann er þarna á ferð, hann er að lesa ritninguna, hann er með spámannin Jesaja opinn fyrir fram að sig og spurninga hans er svo ótrúlega hrein. Hann spyr ekki, hvernig passar þetta við mig? Og hann er ekki að spyrja, hvernig styður við þetta við það sem ég er að upplifa? Og hann spyr ekki heldur, hvernig getur látið textan hljóma eins og ég vil? Hann spyr einfallega, hvernig get ég skilið þetta nema einhver leiði mig? Og hvað gerist? Guð sendi Filipus sem útleggur ritninguna og er síðan hrifinn burt á einhvern annan stað og við verðum svo oft uppteknar af þessu. Við verðum svo uppteknar af gjöfunum. Gjöfurnar eru frábærar, þeir eru bara ömurlegur húsbóndi. Ef þú ætlar að láta gjafir Guðs ráða, þá verður þú
út allt, alltaf að reyna að finna eitthvað. Við elskum gjafir Guðs. Við elskum spádómsgjöf og þekkingarorð og allt þetta. Við elskum þetta. En orðið, það er upphafið. Amen. Það er heilagur andi sem staðfestir orðið. Akkurat. Og þetta er munurinn á því að láta lífið túlka ritninguna eða leyfa ritninguna túlka lífið. Að leyfa ritningunni að túlka lífið. Þetta er ekki endilega, sem sagt, ég er búinn að vera svo oft á þessu stað og tekið þátt í alls konar ævintýrum og það var alltaf það var alltaf að reyna að túlka þetta einhvern veginn, hvernig get ég upplifað? Í staðinn fyrir bara að segja, Guð, hvað þýðir þetta? Akkurat. Guð, hvað vilt þú vera fyrir mig núna í þessum kringustæðum? Ekki af hverju Guð, af hverju gerist þetta alltaf? Af hverju lætur þetta gerast? Heldur Guð, hvað vilt þú vera fyrir mig núna? Og það er hérna sem það er ein setning sem verður sífellt skýrari fyrir mig á þessari leið. Því að það er svo oft verið að reyna að presentera fyrir þig eins og þú veist, ertu fastur í trúalífinu? Ég er búinn að sjá þetta núna bara í röð. Are you stuck? Og svo kemur ykkur formúla og þú átt að kaupa þetta og mæta á þessa ráðstefnu og gera þetta og þetta og þetta. Ég er búinn að læra þessa setningu. Ég er ekki fastur, ég er trúfastur. Þú ert ekki föst, þú ert trúfastur. Gunni, þú ert ekki fastur, alltaf að tala um þetta lögmálið og náið. Þú ert ekki fastur, bara trúfastur. Þetta er eiginlega svona t-shirt. Ég er ekki fastur, ég er trúfastur. Og þessi setning er búin að bjarga mér. Ertu ekki með þarna, ætlar ekki að svara þessum, ætlar ekki að gera þetta. Nei, ég er ekkert fastur. Ég er bara trúfastur. Amen. Af því að þetta virkar svona, ef að lífið segir X, þá byrjaði ég að reyna að finna biblíuvers sem að pössuðu X. Þá er ég bara komin í biblíubingo. Og þetta er ekki endilega eitthvað illt, en þetta er bara svo ótryggt. Og ef við lest líf þitt í ljósi lífsins sjálfs, og þá verður kyrrð túlkuð sem stöðnun, bið eins og það sé eitthvað bilað eða eitthvað að, og ró er túlkað eins og ótti út að missa af ykkur. En ef þú lest líf þitt í ljósi ritningarinnar, þá er kyrrð, getur bara verið hlýðni. Bið getur verið þolgæði. Og ró getur bara verið þroski. Ég þarf ekki að svara öllu. Ég þarf ekki að taka þátt í þessu. Þetta er alveg, þú ert í sömu stöðu, bara ný merking. Það er orðið hérna, þetta er kompásinn, þetta er áttavitið. Og þú getur ekki stillt bara áttavitan hvert sem þú vilt fara. Norður er norður. Nákvæmlega. Yes. Og þegar ritningin talar um að Guð leiði, þá segir hann að hann leiði fyrir sakir nafnsins. Og þá er hann að tala um sáttmála. Þetta er mjög skýrt í Esekiel 36, þar sem Guð segir að hann gerir þetta ekki vegna fólksins eða líðsins, heldur fyrir sitt heilaga nafn. Guð eltir Ísrael ekki af því að þeir eru alltaf svo trúfastir, heldur betur ekki, heldur af því að hann er trúfastur við sitt eigið nafn. Nákvæmlega. Og fara rétt með orð sannleikans, fyrir líka sér að halda greinamununum, beinum, og í 1. Kórintharbréfinu 10:32, þar greinir Páll skýrt á milli það sem tilheyrir Ísrael, það sem tilheyrir kirkjunni og það sem tilheyrir þjóðunum. Og þegar við hættum að halda þessum línum beinum, þá misskilum við ekki bara ritninguna, við misskilum líka söguna.
Þess vegna getum við ekki tekið þátt í hugsunarhætti sem afskrifa Ísrael eða dímonaserar þá. Þetta er ekki pólitík. Þetta er trúmennska við Guð sem stendur við nafn sitt. Í þessum texta í síðara Kórintubréfum 2:14-26, það sem að versið, 15. versið var það sem að leiddi okkur síðastliðið ár. Og þar talar Páll að sumir hafa sagt að uppreisn væri þegar liðin. Og þetta er ekkert smáatriði. Ef uppreisn er bara svona innra ferli, bara vitundavakning, þá er kristin trú orðin sjálfsjálf. Og þú getur séð þetta þegar menn byrja að tala og það er alltaf verið að reyna að taka út fórnina sem að Jesús er á krossinum. Að sá sem þekkt ekki synd, varð synd okkar vegna til þess að við værum réttlæti Guðs í honum. Það er alltaf verið að ráðast á þetta og þá ertu komin bara áður og veist stafinn í einhvern universalisma, já það er bara allir frelsaðir og það er allir hólpnir og þetta bara gengur ekki upp samkvæmt ritningu. Kristin trú, sko ef uppreisn er bara innraferli og vitundavakning, þá er kristin trúin sjálfsjálf, þá eru við komin aftur á hjólið, reyna meira, bæta sig, standast betur, náðarlaust nagrisar hjólið. Kristin trú segir ekki ég reis, hún segir hann reis. Og vegna þess að hann reis er vonin ekki í mér, heldur í honum. Og Pétursbréfið þá segir hann vonin sem er geymd á himnum. Ef hún er geymd á himnum þá var erfitt að klúrinni hér. Já en ef ég geri, ef hvað? Ef þú ert hólpin fyrir náð, ef þú bara trúir. Já, það er of einfalt. Eins og lítið barn, segir hann. Ef þú trúir eins og, ef þú bara kemur ekki af orði Guðs eins og lítið barn, ekki í þroska, heldur í sakleysi, þá muntu bara ekkert gangin í Guðsríkið. Og fólk sem á ekki þessa sælu von, það er bara fólk sem vonar að útförin sín verði falleg og líkra en svona þokkalega góð. Og veit ekki neitt meira. Síðan í sama textana þá byrjar Páll að tala kér í stóru húsi, sum til heiðurs, önnur til vanvirðingar. Spurningin er ekki hvort þú sért í húsinu, spurningin er, fær Guð að hreinsa þig? Má hann leiðrétta þig? Má hann stoppa þig? Má hann breyta þig? Þetta er engin ógn, þetta er bara boð. Hreinsað kér er ekkert minna að elska, það er bara notæft. Síðan talar Páll að hann segir ekki að við höfum að vera betri í því að fá fólk til að iðrast, hann segir að Guð gefur iðrun, að Guð gefi iðrun. Hann talar að fólk sem að Satan hefur blekktaði að gera einhver hluti, en að Guð geti gefið iðrun. Og ef að iðrun var í verkefni þá er hún bara enn eitt átaki. En hún er gjöf. Áramót snúast ekki ný skilaboð heldur trúmennsku við hið góða. Varðveittu það, haltu línunni beinni, treystu heilögum anda og jafnvel í dimmum dal leiðir hann þig fyrir sakir nafnsins. Drottinn, við þökkum fyrir hið góða sem þú trúa okkur fyrir. Kenndi okkur að varðveita það, ekki í eigin krafti, heldur í krafti heilags anda. Leiddu okkur rétta vegu fyrir sakir nafns þíns og gefðu okkur hjörtu sem eru opin fyrir hreinsun og móttekilag fyrir þinni náð. Í Jesú nafni. Amen. Varðveitum það góða. Það er engu við að bæta. Svo komum bara áramót. Við fáum prédikun, við fáum orð Guðs og ég ætla að minna ykkur á þetta. Að næsta ár þá erum við búin að setja upp að við ætlum að lesa biblíuna saman, alla biblíuna á einu ári. Þá þurfum við bara að vera vinir Kalum og hann tengir ykkur við. Og finnst ykkur ekki skrítið að vera í kirkju sem les biblíuna?
svo furðulegt. Það frábært. En Guð blessi ykkur og varviti, við erum með veitingar hér frammi og ef ykkur þarf fyrirbæn eða eitthvað sem að bjátar að, þá erum við hér til staður og við viljum endilega biðja fyrir þér. En Guð blessi þig og varviti og láti ásjónu sína lýsa yfir þig og gefi þér frið. Amen. Amen.